Doktor fútból heilsar á föstudegi frá Túborg 10 í Kópavoginum og það heldur betur stórt nafn hjá Doktor fútból í dag því að Auðun Blöndal einn vinsælasti fjölmiðlamaður Íslands frá síðustu 25 árin mættur hérna. Það ekkert annað. Það nefnilega ekkert annað. Nei. Geðveikt að fá þig. Heiður var mættur. Já, þetta annars skipt sem þú mættir í hið fræga neyðarhlaðvarp þegar að Mourinho var ekki. Ég man eftir því, það var bara pikkað í mig á göngunum, herðu, það neyðarhlaðvarp inn með þig. Sko, nú ert þú búin að vera í öllu sjálf. Hvernig finnst þér hérna Gunni Birgisson að standa sig á hverju núna, búin að vera í Eurovision öllu? Ertu ekki stoltur á hann? Ég bara mjög stoltur á hann. Ég held að sé ekki allir sem vita það. Ég var yfir honum á leikskóla. Já. Það var hann og Valur Valsson sem nú í úrslitarimminu núna með Grindavík. Hann Gunni bara geggjað fjölmiðlamaður og öllu grínu slettu, bara búin að standa sér svo hetja. Standa sér svo hetja hækkun og hlutabrifin hérna í Eurovision maður. Þetta svona eins og Peter Schmeichel slæðið við hliðina þér að vera að hrósa þessi markmanni, sko. Þetta svona svipað. En nei, ég meina, og aftur öllu grínu slettu, þá náttúrulega það ekki amalegt náttúrulega að vera með fyrirmynd í þessum geira sem að maður, þú veist, eins og hann segir, þú veist, kannaðist við frá unga aldri og alltaf búin að vera að fylgjast með honum í, eins og þú segir, 25 ár. Heldur betur, svo slúum bara fara í boltan. Það sem þannig að Doktor fútból hefur verið að skora á ungt fólk að kíkja í háskólanám.is og kynna sér þetta allt saman. Háskólanám, sagði þú bara við sjálfa þig, áhugi 0. Eins og þú segir. Áhugi 0, það bara Ég hef ekki sagt þetta samt í 7 ára, það stundu þegar ég að hlusta á Doktor fútból, ég get orðið geðveikur, sko. Hérna Er það bara áhugi 0? Nei, það var bara bíll sem að eyðilaði það. Já. Það var rauður Hyundai Coupe sem eyðilaði hérna fyrir mig háskólagöngu. Já. En, veist, ég veit ekki eins og Hvað værirðu samt? Hvað væri blöðurinn? Það góð spurning. Ég veit það ekki. Ég held ef ég væri ekki fjölmiðlum, ég væri sölumæður einhvers staðar. Já. Ég held að það væri svona eitthvað sem ég geti labbað inn í. Heldur betur, maður veit að en allan að kíkja á þetta háskólanám.is. Ég ætlaði að gefa Fórst þú í háskóla? Já, ég fór í stjórnmálafræði, kláraði ekki. Fór í íþróttafræði, kláraði ekki. Nei, en GB? Nei, ég tók bara Vesturlandsskólann og svo það kallaði þetta gott. Þetta fyrir mína menn, þetta sem skýrður eftir Teddy Sheringham og Matteo sem skýrður eftir Matteo Darmian. Þetta massa taks fyrir þá. Sko, þarna munið þeir fá áhuga á fótboltanum. Já. Þetta geðveikar myndir. En skrítið að segja, þá hlakka ég til að opna þetta. Þó ég sé ekki að safna sig það neitt. Bara sjá hvað ég fæ, það spilafíkillinn minn, sko. Þetta eru Euromyndirnar, já. Matsa takk. Fitness sport auglýsuð að sjálfsögðu testabústurinn and she'll like it too og það út að segja það að við erum auðvitað komin á hann aldur blöð að við þurfum náttúrulega að fara að huga testabústurinnum okkar og að bústa testan vel. Ekki bara fyrir okkur eins og þú segir. Já, she'll like it too. Það nefnilega þannig. Og það stóra sölulínan í þessu öllu saman. Ace á Dominos minnir auðvitað á fólk að vera tímanlega í að panta sérstaklega fyrir úrslitaleikinn á morgun. Heimurinn nemur staðar en aðeins stund í Lundunum á morgun þegar að Manchester City og Manchester United mætast úrslitaleikurinn sem heimurinn óskaði og þá fátt betra en að vera með Dominos pítsu hjá sér. Þetta alvöru leikur maður. Sælar. Gæti ekki verið stærra held ég. Nei, það var ekki stærra en þetta. Gleðilegt nýtt græjár, Já, takk fyrir það. Einhverja nýja græjur? Nei, ég lítill græjukall. Ok, var óskaði samt gleðilegt nýtt græjár svo þú bara lítill græjum. Ég svo mikill þumbi, sko, þannig að, nei, ég lítið í græjun. En eins og þegar þú ert ekki duglegur að henda iPad í strákana og svona? Jú, það við erum að reyna að hafa bara helgar því að skjáttímiðum voru ansið mikill hjá þetta. Já, nú svona handleikjatölfur í miklu úrvali hjá tölvuteki, tekið því á tölvutek og svo einhver vantar gamerastól, þá ég með hafa. Strákar, Baltasar Kormákur sem að, já, þú væntanlega bara kalla Balti, Auðun. Það ekki? Já, það sem hann heitir. Nei, þú veist, hann heitir Baltasar Kormákur, ég og Gunnar Báurmann, þú kallar hann væntanlega Balta. En minna þeir sem að þekkja þig ekki, kallaði þeir Hjörvar Hafliðarsson. Já. Segir ekki bara Hjörbi? Nei, ok. En hann á 3 leiki í með neista þá væntanlega. Sælar. Ég var á einu þeirra, sko. Blöðurinn nefnilega segur í þessu. Ég sá hann spila við Mark Duffield á Söðugrunnsvelli. Það þetta rándist. Og Átna Adams, frænda minn. Ok, þetta átti að vera mjög erfið spurning. Já, var þetta spurningin? Já, ok. Neisti Hofsósi. Já. Af því að þetta svona af ykkar heimasvæði og mitt að því að þið var einhvers staðar nálægt þessu. Nú napar okkur ekki hérna, sko. Nei.
Ekki að kynna Neista. Ég á mark með Neista í fjórðu deild. Fór þar að láni frá Skallagrími. Ég man eftir því að þegar þú varst í Skallagrími 2000 þá voru því í sömu æfingarferðu við Valsmenn. Já. Nema það sem var áhugavert, þetta var Spáni, að þið voru bara þetta í Ölsen að það bara voru einhver ferð til Sevilla og við Valsmenn bara allir mættir í göllunum bara og allir eins. Já. Þá voru þið bara Já, þetta var svona ferð til að þjappa hópnum saman hjá okkur. Vitandi hvað var að koma. maður bara heyrðu, þetta ferðin hjá þeim bara og við sátum hann í rólegheitunum bara. Það var geggjuð ferð. Ég meira þess að vann sko aðra utanlandsferð í þessari ferð. Það var haldið eitthvað svona kvöld sem að svona skemmtikvöld og sigurverðin myndi, Luka Kostik var þá með einhverja ferðaskrifstofu eitthvað, hann var þarna. Og það var sem sagt, sá sem myndi vinna ferð fyrir 2 eitthvað með hans ferðaskrifstofu. Og ég hendi bara svona gamalt Mr. Bean-atriði, bara skrifaði það upp á stundum tíma, fekk einn úr Skallagrím til að lesa það fyrir mig, og hvernig þetta hagar og hvernig ekki á fyrsta stefnumóti. Og vann þessi velun. Alltaf hann að græða þessi meistari. Dynamo.is með okkur í Power rankinu og Auðun Blöndal hefur komist í, hvað maður að segja, kynni við stærri stjörnur en svona venjulegt fólk og svona 5 uppáhaldsgæjarnir sem þú hefur skemmtir með í fótboltabransanum. Já, þetta kannski ekki menn sem einn og einn af það sem ég þekki náttúrulega. Já. En ég ákvað að hafa þetta, ég spurði þú sagðir þetta yrði nú að vera stórnöfn. Já, menn með landsleiki og fleira. Já, eitthvað svona einhverju leikmenn og borgarleysi. Þetta er listi. Nú halla ég mér aftur. Það er sko 5 skemmtilegustu. Númer 5. Númer 5, hann kemur óvænt. Já. Og það var ekki, ég hitt hann aldrei þegar hann var í Barcelona. Nei. Þetta er Thiago Motta. Sem einmitt að fara að taka við Juventus. Já. Og toppaður. einn af mest spennandi þjálfurum í heiminum í dag. Þetta er þegar hann er leikmaður Inter og við förum 2009 til Vegas, góður hópur. Þá var hann með sínum félögum hana og hann og Eiður náttúrulega þekktust frá Barcelona. Og þetta er snillingur. Og eitt sá fyndnasti sem að bara, við vorum mikið með þeirra hóp og þeir vinirnir alltaf ef að koma einhverja flottar konur sem komið labbandi, þá fóru þeir alltaf bara vegg og klöppuð. Já. Þegar komið svona fallegt kvenfólk. Það er þetta fallega gert. Já. Sýni virðingu bara. Sko 2009 var verðbólgan að rjúka upp og maður var bara hérna á Íslandi að móka flórin. Þá voru þeir að njóta ykkar í Vegas. Ég þurfti ekki mikið að ríða veskið þarna. Númer 4. Já, sko, svo líka, með annað tengt Motta að Sveppi vakna með veskið hans daginn eftir og kalla fram, þetta var svona 2 herbyggi sem lágu svona saman og Sveppi öskar, hver er þessi Tico Motta? Og Heiður bara, hvað okkur? Ég er með veskið hans. Þannig að hann vaknaði með veskið hans Tico Motta. Númer 4. Þetta var þannig kvöld. Númer 4, bara því að töff að segja, Ronaldinho. Já. Hann er samt bara í 4. sæti. Já, af því að, ég gat aldrei tala við hann. Nei. Ég kunni ekki spænsku, hann var ekki mikið ensku, en eins og Messi kemst ekki á listana því að Ronaldinho var þá allavega með svona meiri nervuru og var bara geggjaður. Maður fann alltaf hlægjandi, var bara hérna og tjekka á hvort maður væri með í glasinu og gefa mann svona 5 og eitthvað. Maður satt náttúrulega bara með gæsáð. Þannig að hann kemst þarna á listan. Númer 3. Númer 3 er landsliðsmarkvörðurinn Birkir Kristinsson. Já. Það er eitt skemmtilegasti maður sem ég kynst og að fara á djammið með honum það er eiginlega ekkert skemmtilega. Herri, ég spilaði golf með honum daginn, þetta er skemmtilegasti gauð sem ég spilaði, hann var jákvæður allan tíma. Það var snillingur. Allt vel gert sem ég gerði þennan dag. Já, hann dansar eins og enginn sé að horfa, alveg sama. Svo er hann líka svo fyndinn eins og ef hann er að tala um eitthvað, hann ætla að fara að bjóða manni heim í mat og er alltaf svona, og ekki orð það. Þegar ég drippi, hann er hrikalega skemmtilegur og fyndinn. Númer 2, það er rándýrstafn, það er Frank Lampard. Það er sennilega sá eini, kannski hann og Terry sem að kemst samt ekki á listan, sem ef ég myndi hitta á eitthvað núna, þá myndi ég koma að hilsa. Fattaru? Ronaldinho eða Deco eða eitthvað myndi ekkert koma en svona maður spjalla þá oft við það og þeir myndi svona þeir þekkja maður með nafni. Já, Frank Lampard vinkar á mig svona eins og góðugur. Og er það. Hann líka sko ástæðan fyrir hann er á listanum en ekki Terry. Hann spyrði og sýnir þér áhuga þegar hann hitti þig. Var það ekki Hugi Halldórs, ég heyrði í einhverju þætti, var ekki Hugi Halldórs sem reif niður einhverja gardínur, var ekki Lampard með í þeirri ferð? Nei, það var ég. Já, það varst þú sem að gera alveg. Já, það var ég sem reif niður gardínur í kasinu þegar ég ætla að koma með drykki handa þeim. Þá sátum við borðið Frank Lampard, John Terry og Davor Suker. Sætla minninga. Davor Suker? Hann var þetta með.
Áhugavert. Já, ég ætla að vera svona kallinn og sækja drikki hrasa í teppinu missa allar drikkin og reyna að bjarga mér og gríp í gardinn og ríf hann allar niður og Lampard á fyrstu maður á fætur og spurði hvort þau eru að lægja með mig menn hinn bara grenni úr lótri Og númer 1 það eru 2 ég nefndi náttúrulega ekki að hafa fyrsta til annarsæti það er náttúrulega Eiður sem að ég hef nú ekki hitt neittna þessum mönnum án hans og hef nú upplifað ansið margt með honum og ég varð að hafa Andra Sigþórs með honum ég hef nú ekki varð út á lífið með Andra Sigþórs lengi en þegar það var, það er engin finnari rugglaður og ógeðslega fyndin Hann er náttúrulega maður sem á brósadæmið allt Já, hann á þetta allt brósar og sjómle og svo bara hann breytir öllum orðum lippa og hann bara að lifa lífinu og bara að lippa lífinu og svo ég var með Beck að Becknum eru Terry, Messi, Deco, Hannes Halldórsson Óskar Örn Hauksson, Hjöppi í fyrri hálfleik ekki af sterkur í síðar hálfleik þegar maður er með þér á lífinu og sterkur í fyrri hálfleik og Pálmi Rapp Pálmi það er svona nöfn sem ég var að koma Þetta eru stór nöfn sem að þarna dött inn Ég er búin að vera að horfa á þætti Ásgeir Sigurvinsson á undanförnu gamlir þætti sem voru gerðir Svona talaði fólki í gamla daga, verið að tala um bróður hans sem heitir Andres Þannig að tala um svona hvernig náungi Ásgeir við skulum heyra hvað Andres hafði bróður sinna að segja Þeir sem hafa farið á fyllir í með honum hafa kynst honum öðruvísu og hann er bara venjuleg manneski eins og ég og þú Svona talaði fólki í gamla daga hann er að tala um bróður sin en þeir sem hafa farið á fyllir hugsaðu var einhver þáttur með íslenskan íþróttamann í dag og en þeir sem hafa farið á fyllir í með honum svona myndi aldrei verið gert þetta var eðlilegri heimur Dóttarfútból ætlar að skoða aðrar íþróttir skoða þetta meira með nýja ilminum frá Boss ilmur sem að hefur verið bannaður einhver staðar en ótrúlega lykt það er bara gest að fólk á öllum kynjum hefur bara rífis úr gallanum þegar það hefur fundið þessa lykt manstu þegar við vorum alltaf með sömu lyktina Rókas og ég gaf hann eftir Rókas það var eitthvað þetta var svona early 2000 dót eitthvað sem að engin notar í dag en í dag er það Boss ilmurinn aðeins að skoða aðrar íþróttir því að nú er karfan og handboltur á fullu hvort heldur með Val eða Grindavík blöð? Góð spurning ég vil spennandi leiki bara það er 1, 2 og 3 það væri líka vondur í blöðbrandi og myndir ekki segja salda með Grindavík það er hluti af blöðbrandir ég held að tengi nú allir við Grindavík ég bara eftir allt sem undan er gengið það væri skrítið þess vegna er það on brand blöð Grindjóni þarna en svo náttúrulega alveg upp sem valsari af pappa þannig að eina sem er í þessu er að í körfunni ég held meira með Val í fótbolta heldur en körfu af því að Tindastóll er ekki fyrir mér finnst mér bara skrítið að halda með Val eftir þess að síðustu 2 úrslitarimmur á móti Tindastóll ég eiginlega bara geta það ekki ef ég var hinskil eins og mikla virðingu ég ber fyrir í dýrka Eikoks eins og sitja ég skal tróða fyrir ykkur svo bara eftir ykkur 10 sekundur treður og bara ykkur flottustu tróða yfir Óla ég get ekki lofa ykkur einu svona og Finnur náttúrulega þjálfari er að gera bara sturlaða hluti en að maður ber virðingu fyrir þessu en ég held ég verði nú að halda aðeins meira með DeAndre Kane í smá veseni ger sko aðeins með handboltan blöð er það bara áhugi 0 eða blöðstæl að maður skulle koma nei, alls ekki en ég horfi ekki ég tjekka eins og í gær var það fyrradag ég fór strax og tjekka hvernig leikunum fór en ég var ekki að horfa á hann Þú varst floor seats, það er orðið svona ef þú ert með stóran ívent í dag þá viltu vera með Gunnar Birgis floor seats með hringana, arböndin þetta stækkar þetta eins Já, þetta var, nú snýst allt nánd við leikinn hjá mér snýst allt nánd við leikinn og óháð verði fyrir sæti Gunni Birgis er svolítið að gangi gegnum 70 mínútna blöð hann heldur alveg sama hvað hann gerir það dýrkja hann allir það getur mætt bara með hatt og í leðjakt og blingi og allir séu bara djöfull er að gegja Þú ert svona Jack Nicholson Íslands svona leikmenn vera interakta við þig og ég sé það fyrir mér í leik 4 Sástu þegar Steini Ardal reyfi í spaðan á mig bara þegar það voru 10 mínútur eftir Nei, það var alveg ótrúlega moment sko Nei, en sko að þeim leik þarna sá maður og þarna fór ég að hugsa líka ég hef séð Aron Pálmarsson sjokkerandi sjaldan live þú veist, maður hefur séð náttúrulega á þessum stórmótum í sjónvarpinu og eitthvað svoleiðis maður hefur séð eitthvað á leikjum hjá honum erlendis en þú veist, þetta var bara
þetta var svona out of body experience út af því að gæinn, þegar hann kom inn á hann spilaði þarna 15 mínútur í hvorum hálfleiknum þegar hann kom inn á, alltaf þegar hann snerti boltan þá var annarkoð stóðsendingaða mark ég hef bara aldrei séð svona Já, ég las þetta þetta var bara, og ég hugsaði þannig hann kannski bara mest svona ef við horfum út frá íþrótt stærð íþróttar og skölum með allt einhvern veginn niður hann ekki svona stærsti svona einhvern veginn sem hefur spilað hérna á Íslandi Þessna finnst mér leiðilegt, nú ég ekki að gera lítið úr Símon Þessna finnst mér leiðilegt, þetta sé ekki lengur ég hefði alltaf horft á þetta Símon er að gera frábæra hluti en þú veist málið að þeir lokuðu inn í þessum handboltapassa og þetta var erfitt að tengja við þetta en það er alveg gaman að gengi vel í þessari hérna úrslitakeppni og fæna sig að ná hérna góðu rönni Aron Pálmarsson, ef að væri til svona tölfræði hann eins og KSI.is Nú getur skoða hvað vansmarga leiki Já, bara yngri flokkum og svona og bara allan íþróttferilnars Ég held að Gauri sé búin að vinna svona 93% af þeim skiptum sem hann lappaði inn á völl Hann er heldur með 37 titla Það er rosalegt Já, það er nefnilega rosalegt Og 38 á leiðinni En með hverjum heldur þú í Grindavík Valur? Það er erfitt að segja, ég náttúrulega, þú veist, ég og Valur Orri Valsson eru náttúrulega æskuvinir og mikli vinir en svo kom Kristoffer Eikons hérna með, hann kom með áhugaverðan punkt og það er að Kári Jónsson er Arsenal-maður og ég á það til að standa með mínum mönnum það, ég menna ljá mig hvað sem vill DeAndre Kane er eins og ég í 5. flokki þegar það gengur vel þá er ég mesti peppari sem þú finnur það gengur illa, leiðalasti maður sem er með í liðinu það er bara þannig hann er típa já, ég fíla hann en í gær, þetta má ekki leikurinn er ekki dauður, hann er nánast bara búin að gefa stöð upp en ég fíla hann hann er svolítið hrifnæmur, hann tekur allan niður með sér svolítið sko. Já, eins og hann tekur allan með sér þegar það gengur vel Fjórði leikurinn í Kópavoginum og eins og Siggi Sören segir það mætir enginn í Kópavogin, hann sagði ekki að málum ég veit ekki hvað það þýtti hjá honum en allan Sören segir það setti þetta á Facebook og síðuna sín í gær okay. Þannig að þetta verður í smáranum allt saman Hann hefur verið með nokkur áhuga að vera að pisla þar Förum í Evrópudeildina Evrópudeildin það var úrslitaleikur á miðvikudagskvöldið og það var heldur betur óvænt Atalanta vann Leverkusen 3-0 bara jörðu og Ademola Lukman Þetta var svona Jóa Berg þrenna alvöru mörg sturlu, sérstaklega síðasta marki Þú veist hvað margir til í þessu lífi sem er góður í fótbolta kannski bara finna aldrei rétta staðinn til að blómstra Já, mér finnst eins og mjög áhugavert þú varst að ræða hérna með bara Albert þú þarft heppni í þessu og ekki bara í þessu, þú varst að heppni bara hvort sem það er fjölmiðlað fyrir eða ekki bara detta inn á réttum tíma og réttan stað og það gerist heldur betur á Ítalíu Sko, maður sá alveg að það var hæfileikar í þessum gaur en bara það hann tekur svona leik og gjössanlega pakkar honum saman bara þessi leikur var líka frábærlega laður upp á Gasperini ég held að svona hvernig hann brást við þessari hérna dýnamík sem að Xabi Alonso hefur náð að skapa hann í leikur það er eiginlega að pakka þeim saman sko Hvar er Atalanta í ítölsku deildinni? 5 eða eitthvað 4-5 þeir eru eitthvað að berjast en þessi sigur þeirra tryggir þeim auðvitað sæti í meistaradeildinni á næsta ári þetta var verulega áhugavert auðvitað leiðilegt samt að þegar maður er að fara að vera vitna einhverju svona einstöku að sjá Leverkusen klára alla þessa leiki og líka loksins svona alvöru invincible alvöru ekki bara, þú veist, herðu, við töpum ekki deild þeir hefðu ekki unnið byggarinn bara ekki tapa Evrópuleik, ekki byggarleik og ekki deildarleik þá ertu invincible það hefði verið rosalegt en lentu þarna í ítölsku bara ítölunum, þeir voru bara miklu betri og það voru þarna nokkuð Premier League rejects í þessu Atalanta-lið og þeir heldur betur deliveruðu á deginum Var hann ekki í Everton eða eitthvað? Jú, hann var í Everton, hann var í Charlton með Jóa Berg hann var í Fulham og Leicester Hvað er hann gamall? Hann er fæddur 97 En byrju er þá Róma í 7. sæti eru þeir að fara í Champions League? Nei af því að Atalanta er í 5. Já, nevermind Förum í aðrar fréttir, förum í stórfréttinar með heimkaup því stundum breytist matabóði í partí og þeim vantar kannski eitthvað nartí og drykki þú getur pantað á heimkaup og fengið þetta beint heim með Volt Ég er farin að panta bara ganni mínu bara til þess að sjá hvað þeir eru fljótar að koma það er alltaf bara, það er aldrei með hálftími sko Það er heimkaup.is sem að sjá þetta eru auðvitað rosalega breytingar á markanum ekki bara á áfengismarkanum á Íslandi heldur líka á þjálfaramarkanum út í Evrópu Pochettino er farinn annað hvern þátt erum að ræða Chelsea að reyka þjálfara, það er svo sem er ekkert nýtt þar hver tekur við þessu? Ég veit það ekki ég myndur vilja taka við þessu
ángríns. Ég held að þetta sé bara algjört harakýri Svo Graham Potter, þetta bara með stærri mistökum sem hann hefur gert að fara að niður, fannst. Ég ætla að sé ekki svo ungi þarna hjá, hvað ekki, Ipswich. Já, Kieran McKenna. Já, McKenna, hann ekki líklega eftir hann. Ekki Thomas Frank líka orðaði við þetta og eitthvað. Skrítin nöfn. Mjög skrítin og bara, þú veist, ég held að það endi uppi með verri mann heldur en Pochettino, sko. Það held ég nefnilega líka. Það held ég eins og, þú veist, De Serbi, menn eitthvað svona pínu Jó, smeyki. það gætir endur alveg verið smá kannski uppgreitt. Já, en það, menn smeyki við hann, sko. Já. Það eitthvað. Já, það En eitthvað. okkur hann hættur? Já, Brighton. Já, hann vildi meina að hann var ekki fá það backup sem hann fengi, sko, hann vildi fá. En ég meina, AC Milan voru tilkynnum það að Pioli verði ekki áfram. Þannig að þú veist, þar giggalosna. Ég meina, Xavi, við erum svona mikið komin eitt official með þetta allt saman. Ekki Hansi Flick að fara þangað? Til Barcelona? Já. Það var síðast sem hér. Jú, það er allavega sem verið að ræða. Það þarf ekki annað en að skoða Amazon Prime þættina þeirra frá HM 2022. Þá myndur aldrei ráða hann, sko. Aldrei ráða Hansi Flick í Barca. Ekki séns. Svo náttúrulega það allra billigasta. Vincent Kompany, sko, hann að fara til bæinn. Af hverju er það fyrirlega? Sko, þeir unnu 5 leiki. Já, en hann ekki að fá þetta gig af því að hann heldur sig við hugmyndafræðina, þú veist, ef hann hefði fallið frá hugmyndafræðinu og gert bara allt til þess að vinna leiki, ekki smá virðingavert að hann hafi haldið bara í þessa hugmyndafræði sem komum upp úr Championship? Það veist mér ekki. Mér finnst virðingavert að vinna leiki. Já. Og reyna en ég meina at what cost, skilur er Burnley, þú veist, nennir Burnley að vera þannig klúbbur að þeir eru að harka út kannski 1 tímabil falla. Byrjaðu að harka út 1 tímabil, þá koma 3 nýlegar inn sem með slakari lið en þú og þá getur þú byggt á því sem þú varst að gera. Er þetta svona með ykkur Arsenal-menn? Viljið bara trust the process bara endalaust? Það er nákvæmlega það. Og enga málma og... Já, sko, það að vera í baráttunni við þetta ógnvænlega City-lið á síðasta degi deildarinnar, ég er bara þakkláttur fyrir það, sko. Já, ég meina, þú ert búin þakkláttur 3 ári í röð sem þú þakkláttur fyrir að gera ekki neitt. Ég vil freka vera þar heldur en í 8. sæti og 10 ár síðan að eitthvað gerist, sko. It's all about the finals, baby. It's all about the finals. Er það að tala um á morgun? Já. It's all about the finals, baby. En eitt árið sem að Arsenal rennur á rassinn í þessum loka umferðum. Nei, þeir rennur náttúrulega alls ekkert á rassinn í þessum loka umferðu. Villa. Já, það var svo sem ekki stóra. Hversu svekkjandi var það? Það var mjög svekkjandi. Varstu með einhverja von á þetta lokadegi? Hreinskil, nei, það var ég ekki með það. Það er nefnilega góða við að halda með United í dag. Við fáum ekki eins og voninu, sko. Það er vonin sem dreipur. Það er bara þannig. Já, það er alltaf nógum að vera í þessum þjálfarabransa. Menn að fara á þetta Thomas Tuchel dreymir Manchester United gigið. Vilt þú Ten Hag út? Já, en við erum alltaf förum í FA Cup á eftir. Þetta er bara sama hjá Chelsea, þú veist. Það þarf bara að halda sig við það þarf bara að finna einhverja stefnu og halda sig við hana. Og þá hlýtur Arsenal að vera áhugavert projekt að horfa í hvernig þeir hafa byggt upp liðið sitt og ráðið þjálfar eftir því. Vilt þú halda Arteta? Já, sjálfsögðu. Meina Arteta að tryggja annað sætið annað árið í röð. Já, og berjast við þetta ógnvænlega City-lið. Já, þú ert að komin í svona Liverpool-slags í því, þú ert mikið að tala um 115 ásakanir þessa dagana. Hvað er ég að gera það? Þú hefur verið að gera víða á samfélagsmiðlum Ég gerði það í engaspjalli okkar á milli. Já, eitthvað. Þá sendi ég eina mynd af Lance Armstrong og Pep Guardiola hlið við hlið, það var eina sem ég gerði. Já, og það var nú bara grínsins vegna, sko. Ég grínari. Jæja, höldum áfram og Dóttur fútból er að fara að gefa sjónvarp fyrir EM með Sony sem líka eru vinir blöðarans. Já. Mikli vinir blöðarans. Við ætlum að gefa semst sjónvarp á TikTok-miðli þeirra. Ég hugsaði, sko, get ég unnið? Er það ekki? Nei, það getur ekki unnið. Ég get ekki mætt með þessi Gunnar Birgis með... Það væri augljóst, já. Á ég ekki að taka þátt? Nei, ekki taka þátt, en það var óstórt þegar ég kom með Arnór Sig, hann vann því online raffle í White Smokes. Var það ekkert eitthvað? Nei, það var ekki fyrir það, hann var bara óvænt, hann bara dreigið úr honum, hann var með í the online raffle. Hann þurfti að fara út, sko, til þess að... Já. Ég þurfti að fara út til að afhenda honum velun. Það var stórt. Það er rosalegt mál í enska boltanum núna. Lucas Paqueta, bara besti leikmaður hérna vestan. Hann geti átti fyrir höfðu sér 10 ára bann. Blöð. Já. Það er svo sem ekkert leyndamál og þú er ekkert farið í feilum með það. Þú ert a gambling man. Það er rétt. Þú ert búin að sjá þessi brot þar sem hann er að leika sér að fá gul spjöld. Já, þetta lítur ekki vel út. Nei. Það er nokkuð ljóst.
Bournemouth spjaldið verst sko. Það á 93. mínútu það hann hoppar upp í loftið og kýli boltan. Já, ok, en býtum, var það hann líka sem að var að bíða ógeðslega lengi með að taka innkastið og allt einhvern veginn var það Granit Xhaka ég held það en þetta einhverju eyju þarna sem að peningarnir að koma og já, það svoleiðis og þú veist, þetta getur orðið bara nokkur ár hann í algjöru skítamálum kallt greið málið sko vanalega þegar ég að fara að ræða málinu vestan þá náttúrulega ringi ég alltaf beint í Tómas Steindors en eins og Auðun veit og mögulega þið báðir að þá hann náttúrulega í eitthvað svona ferðum landið með útastöðunum neyra á sín sko Nó að gera að kalla já, herðu, hann hefur ekki sína skilaboð frá mig núna bara í 3 daga þannig að ég veltaði fyrir mig einhverju anskotanir í gangi þannig að hann stendur alveg mjög fast á því að Lucas Paqueta lang besti leikmaður Vestam þannig að þetta ótrúlegt þá orðað hann við hvað City í okkur liði já, hann var orðað við City í fyrra og Arsenal líka sko, stundum það ábyggilega þannig að ég get ímyndið vera þannig að þú kemur eins og frá Brasilíu svona þú kannski undir einhver pressu frá einhverjum viniðinum þetta hlýtur að vera þannig þetta hlýtur að vera einhver mafía eða einhver sem að þrýsta á því því að það nóg til að peningi hjá hann þetta eins og ef þið vantar ekki ok, segjum bara í gamla dag þegar ég var í skaffringabúð hefði ég geta farið bak við kassan og breytti þannig að kemur bara 3 melun þá hefði ég gert það, mér vantaði pening þú myndir ekkit finna mig í dag að vera svindli einhverjum kössum niður í bæ og ekki vantar hann pening Nei, en sko, málið það ef að Auðun Blöndal verið 20 í dag og væri bara konið Manchester City og króksararnir væri bara alltaf mættir til Manchester bara, já, þú veist allir köss og böster og allir bara, hérna nú gerir þú eitthvað fyrir okkur þú bara aldrei ekki það en sko en ég að tala sko að leikmenn oft látnir sjá alla vinni sína og þess vegna var að vera að tala að vera svo gott fyrir til dæmis Karim Benzema að komast í burtu af því að það enginn að fara með til Saudi Arabíu fyrir utan heimaður og biða eitthvað ég meina N'Golo Kanté meira þess að hann fagnaði því að geta komast þarna í burtu menn hann var alltaf verið að tala að Paul Pogba hefði einmitt þurft svona díl fara bara til Saudi þar sem að þetta líka mikið með körfuboltamenn Alan Iverson og fleiri bara og þeir hverfa oftar en ekki þegar peningar hætta streymin sko, þá hverfur þetta fólk sko. Þetta er alveg áhugavert og verður þetta er leiðinda mál þetta er góður leikmar hann var alltaf búin að samþykja líka þess að ábúið að díla 80 miljónum til Manchester City síðasta haust svo bara vissum hann af þessu þannig að það var sett að hold er það út af þessu? Já, það er bara klárlega það lítur að vera það er þannig Herru, eigum við ekki að taka upp aðeins léttara hjal það er hérna 2 lög í gangi Meistaradeildin X Austin Powers tímið sem er sturlað staðrind eða tímið hér ég er náttúrulega eitt harðasti Austin Powers maður sem hún finnur Nói Sirius með Dr. Fútból besta settið er eitt af í miklupolti hjá Dr. Fútból sturlaða staðrendir komu fyrst á sviði 2011 góð pæling og það er í eigu upplöður sem er bara ekki gefa það hérna í þættinu þegar þú stendur fyrir frá mig þá get ég ekki sagt að og vissulega hafði ég gaman að þegar þú byrjaði með sturlaða staðrendir já ok, þetta er svona nett hrós þar til ég heyri og svo er ein hrossakukkur það er bara svona ok, þetta er troll í fíblinu en málið er það þetta er 4 sturlaðar einaði með hrosskinn kallast við það ok og meira segja sko, það er Egil sem byrjaði á þessu ég sagði að ef þú bara myndi fara alveg dýp þegar ég byrjaði að vera meina svona sem ég kjaftaði þá bara á er einu hrossasaur þannig að þetta voru eiginlega trolla Egil ok, það er bara betra herru, fyrsta staðurinn eina tímabili sem Michael Owen skoraði meira en 20 deildamörk var fyrir 20 það er rosa margir að skora yfir 20 deildamörk fyrir 20 hvað er hláturinn þitt? Ég er alltaf gaman oflu það er helviti líklegt að það hafi gest leikonan Jennifer Aniston og áhrifavaldurinn Nicole Aniston eru ekki skildar þeir eru bara með sama ættanafn einmitt, séu 2 Aniston á topnum í sínum leik heldur líklega áhrifavaldurinn Nicole Aniston skoska liðið Queen's Park frá Glasgow leik 2 í úrslitum FA Cup Final Býtu hvað sagði þér? Skosslið FA Cup, Queen's Park hafi spilað 2 í úrslitaleik FA Cup Final einmitt líklegt
Og fjórða sturlaða staðarindin, en eina af þessum er hrossaskítur. Kolkrabbar eru með 3 hjörtu. Það eins og þessi ekki nóg að vera bara með 1 hjarta. Helvíti líka, sko. Blöð, hvar er hrossaskíturinn hérna? Ég veit þetta með kolkrabban, það er rétt. Sko þetta finna ég er búin að vera með sturlaða staðarendi síðan 2011 eitthvað. Lítur að lært þetta líka. Já, bara ég er rosalur í besserwisser og trivial og eitthvað. Þetta er bara, maður er lesin á eitthvað skrítin hátt. Því allar svona spurningar sem út með í besserwisser og trivial, það er bara eitthvað svona kjafta. Já, klárt. Sko, Owen held ég að sé satt líka. Hvernig var það með Jennifer Aniston og hitt? Hún og hérna... Nicole Að þessu ekki skildar. Já, það eru ekki skildar. Ég segi þetta með Queen's Park. Já. Það er ekki rétt. Ekki rétt. Nei. En ég meina, ég verð þá bara að treysta á að það sé einhver skildleiki þarna bak við Aniston systunar. Já, það er nefnilega, ég held að allir haldi það. En sturlaða staðarindin í þessu er svo að Michael Owen skoraði aldrei meira en 20 deildarmörk. Já, það er svoleiðis. Það held ég að ég miskildi það. Já. Anskotin, þá hef ég sagt það sko. Já, hann skoraði aldrei yfir 20 deildarmörk. Nei, hann skoraði aldrei yfir 20 deildarmörk. Já, saman hvort það var fyrir 20 eða ekki þannig. Það var svona triksi þess að ég var að reyna að láta ykkur fara í þá áttina. Það er líka svo vondur og byrjar á henni sko. Það maður einhvern veginn heldur alltaf að hún sé minnst líklegur sko. Dr. Fútból ætlar á næstu dögum í samvinnu við Noon Sport sem eru steinefna töflunar góðu að segja sögu Evrópukeppninnar í fótbolta. Stefán Pálsson og kanslarinn mæta í hús. Við ætlum að heyra aðeins hvernig þetta mun hljóma. Hér var Dr. Fútból í minniháttar vandræðum. Það er... Ég dæmi það ekki, smá vesen á tökkunum. Smá vesen á tökkunum er vissulega málið. Ég get ekki spilað trailerinn þannig að fólk átti sig á því að Dr. Fútból verður allavega hér með þetta allt saman. Fólk það líka átti að segja á því að það er alveg ábyrgð að vera á tökkunum. Það er mjög létt fyrir Gunna og mig að sitja hérna hinum með við borðið og bara flissa og hafa gaman. Það er press á þér. Ég held hins vegar að ég geti spilað þetta ákvörðat núna. Svona mun þetta hljóma. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Deutschland ist Europameister! Il y a du monde, il y a Trezeguet! Ah oui! L'équipe de France est championne d'Europe! Vilken kontinuerlig sätter han fram, ger allt opið, Theodor Elmar, 1-1 fyrir Vandelvik, 4-2, Emmi, farin á tegin, Emmi, Já, við byrjum að segja söguna í næstu viku hjá Dr. Fútból. Það sem kemur kannski fólki óvart er að það var allt í hakki í Evrópu þarna á miðri síðustu öld og engin eiginlega tilbúin í þetta mót og hafði engin áhuga á þessu og þetta var alla komst í blöðin hérna á Íslandi og þetta, þú veist. Hvað er það margir þættir? Þetta eru 4 þættir og það er mikil pólitík í þessu því að alls konar lið sem að neita að spila við sovjetmenn og svona, eða einuga einnig sem ekki neittu vesinn er austur-Evrópu þjóðar. Það eru bara klárir í þetta. Það er lítið vesinn á þeim. Það er lítið vesinn á þeim. Mjög lítið vesinn á þeim. Þannig að það er margt í þessu. Við mælum að sjálfsögðu með þessu. Líst til á það. Já, takk fyrir það. Við ætlum að fara yfir hingað. Við erum farin að þekkja þetta lag. Þetta er besta deildin. Strákar, eigið þið eitthvað frænda í bestu deildin? Já. Hvað er inni frændi minn? Ég á frænda í Káa. Hver er það? Jakob Snær Árnason. Hvað þú með frænda í deildin? Ekki svo ég viti. Svo er náttúrulega Gunnar Heiðar Þorvaldsson, náskildum mér, og Berglind. Já, hann er ekki spila. Nei, hann er þjálfari. Já, ekki eins og nefnst deild. Nei, verður bráðum vonandi. Það gengur vel í Njarðvík hjá hann, ekki hann. Heldur betur. Já, þú ert enga frænda þetta. Er ekki mikið talent í fjölskyldu? Ég er að reyna að hugsa. Nei, ekki smíð ekki, nei. Jú, herðu, ekki frændi, en pabbi minn er giftu konu sem er amma Ísaks í Breiðablik. Ok. Það er nettu frændi. Nettu frændi. Sæl frændi. Sæl, allir frændi. Frændi minn er allavega. Þú enga fræga frænda?
Ég á eitt bra, hann skoraði nú bara í síðustu umferð, Ásgeir Sigurgeirsson, starfsmaður Kjarnafæðis. Já, ok, þá þekkjur þetta ekki. Og hérna veit ekki hvað erum að tala. Nei, ekki þennan, símanum hérna við N1 upp í Ártúnsöða, ég gleymi þess ekkert. Nei, og svo hérna, Róbert frændi mér líka, Róbert Frosti. Já, svona smána. Ég horfði hérna fyrsta leikunum sem ég sá heilan leik með Stjörnunni. Ég var ánægður með hann hérna á móti Blikum. Hann var með góða sendingar að inn fyrir. Frænda? Já. Sáttuðu frænda þar. Sko, Óskar Hrafn á lausu, ef svo má segja. Þjálfarinn Óskar Hrafn án liðs. Já, þetta ekki, stelpunnar ekki að stökkva. Nei, bara, þú veist, bara hann að þetta sé á hreinu. Sko, hann væntanlega fær borgað eitthvað frá Haugasund, þú veist, einhverja mánuði eða eitthvað slíkt, þannig að hann væntanlega á launum núna, þannig að fyrir íslenslið sem ætla að taka hann að sér og bara eins og hvernig umræðan hefur verið eitthvað KR og eitthvað slíkt, KR-ingar, það eru bara financially og verfitt. Ég held líka að hann myndi ekki vilja, ekki að ég þekki hann ekki það vel, en ég myndi finna skrítið að hann myndi vilja taka við liðið bara á miðju tímabili. Hvað heldur þú, Gunni? Heldur hann tekið við liðið? Erfitt að segja, sko. Ég held að ef að rétt tilboð kæmi og eitthvað svoleiðis að þá það auðvitað að skoða, sko, en ég held að sé bara svo mikil hluti af hans bara þjálfara stefnu að taka liðið í gegn og hafa undirbúningstímabilið og dreina menn eins og hann vil hafa á, sko. Já, ég held nefnilega líka. Vill svona rekrúta svolítið sitt liðið og hérna já, það verður spennandi að sjá. Hann hlýtur að vera á einhverjum tjekka hjá Norðmönnunum núna út í eitthvað tíma. Hann segir upp samt ekki. Jú, en það held ég alltaf bara einhvern veginn svona gert eitthvað svona samkomulag starfslok í þessum bransa. Ég hugsa að sé eitthvað, ég þekki ekki hversu mikið en ég hugsa að sé eitthvað. Já, ég held að það sé bara alveg 100%. Hann hefur reynda verið orðaður við að koma í sjónvarp. Já, ég myndi vilja það. Stúkan, það hefur verið að tala um hann sé kannski komið stúkuna á Stöð 2 Sport eða hann verið jafnvel mættur á EM. Þetta er þetta gaur sem elskar aðteglina og myndi hoppa á þetta. Hann döður langar í þetta. Já, ég bara vona það því að ég vil sjá hann bara taka bæði. Þetta hann veit ansi mikið fótbolta og svo hann skemmtilegur. Það svona mínútu klippa á YouTube, þannig íslensku fótbolti sem það er bara gullmóli eftir gullmóli eftir gullmóli. Hann helviti skemmtilegur nefnilega og hann hefur líka gaman að þessu. En ég veit líka að hann gerir ekkert svona, þú veist, hann myndi aldrei fara á half-essa eitthvað, þú veist, hann myndi aldrei fara, ef hann fer í stúkuna til dæmis að þá hann að fara að horfa á alla leiki og mögulega oftar en einu sinni. Ég elskaði bífið á milli hans og Arnars. Það var að gera svo mikið fyrir deildina. Það var það sem að gerði svolítið deildina. Það ekki oft sem ég hlakka til að horfa á tvö lið sem að þú ert svona hlutlaus. Maður bara beið eftir Breiðablik Víkingur. Það var svo leiðilegt, skildi ekki mætast þannig í bikarúrslitum. Það hefði verið sturla. Já, þeir var ekki vel til vina. Nei, líka þrátt að fara að tala um eitthvað bönn og eitthvað, þetta bara svo vilt. Þetta bara stækka deildina. Heldur betur það gerir það, þannig að við þurfum að fá að bíða aðeins eftir að fá að sjá Óskar mögulega færa hann líka eitthvað úti, þannig að það var hins vegar mjög gaman að sjá hann. Hérna, þú aðeins að rýna í gögnin, Gunni, í vikunni, svona breytingar á liðum, þar sem þú ert svona farin að sjá eitthvað minnstur í liðum og sást að káringarnir, þeir eru fættir að pressa eins og menn. Já, káringarnir hafa bætt sér mikið í þessu svo kallega svona PBDA eins og það kalla sem eru svona eini mælanlegi faktorinn inn á Wisecout skýrslunum yfir það hversu gott liðið er að pressa. Þá þetta sem sagt hvað passes per defensive action eða eitthvað svoleiðis. Og þar hafa káringarnir verið öflugir, káamenn eru óvinni öflugir þar sem leiðis. Blikar eru fannir slag á, þeir voru mikið pressulið áður fyrr, þeir notur áðunni fullónir. Blikarnir hafa leitt þennan dálk, þennan tölfræði þátt síðustu 3-4 árin. Gerðu það held ég líka undir Gústa Gylfa. En þeir eru núna komnir í 11,26, ef það gefur fólki einhverja mynd, þá talað um 11 sendingar per defensive action. Stjarnan með 7,78 á leiða í þessari kategóriu. KR þar á eftir, KA og svo FA og svo Víkingur. Þetta alveg áhugavert, en svona tölfræðispjall alveg ótrúlega leiðilegt blöð. Eða þú veist svona fyrir venjulegt fólk held ég, að sé þannig. Vil þið fá eins meira? Klára. Já, komum eitthvað gott. Já, expected points. Já. Það er bara svona reikniformúla, það er svona XG kvorsliðs í hverjum leik. XG er bara, basically svona eina sem að gefa þau svolítið raunhafa myndaði hversu gott liðið er að skapa sér færi. XG kvorsliðs í hverjum leik og ef að munurinn er meira en 1,5 tökum svo dæmi, Vestri
Víkingur 0,38 vestri, 2,14 Víkingur Þarna fær Víkingur 2,7 sem maxið í expected points Fylkir og Káa að underperforma expected points með 5,1 og 5,2 Káa þetta mesta underperforming liðið ættu basically að vera með 5,2 fleiri stig ef að tölfræðin og svona það er oft gott að rýna í þetta þegar að liðið eru kannski í smá downswing og eitthvað svona að tölfræðin og Káa allt í lagi og það alveg eitthvað sem bendur til þess að þeir eigi svolítið mikið inni sama með Fylki Víkingur aftur á móti til dæmis 4,1 expected points yfir þeir eru overperforma eða þeir eru basically að maximæsa alla sína framistöðu og að outperforma XG hjá sér 6,4 sem að eiginlega bara eru tölur sem að sjást ekki En svo tölfræði þetta líka eins og þú elskar að trust the process og Víkingur að overperforma en svo bara kunna að vinna og það eitthvað sem þú getur ekkert sett í tölfræði 100% Sko, eitt af það sem er gaman við að horfa á fótboltaleiki með gambling með eins og þér Auðun, þegar maður lærði það á sínum tíma var að þegar maður sér fist pump á hotspinnur þá var greinilega blöðurinn í það bara að tekið á Boxing Day bara svo veitur það af því að þú þarfst að setja svo mikið undir til að hafa gaman að þið við erum með reglu, við tökum bara hotnin á Boxing Day annan í jólum það er viðbjóðslega skemmtilegt blöðurinn að pæli hotspinn 3-1 undir eitthvað kannski bara að horfa á vestam lester eða eitthvað svo kemur hotn og fagnar eins og ég veit ekki hvað þannig að en eitthvað svona tölfræði sem fyrir alveg massíft í taugarnar á þér eitthvað bara svona tölfræði sem bara svona þetta bara bullshit eins og kannski ég sér að John O'Shea sem 97,8% hefnara sending og þetta eitthvað sendingamestari svo sér þannig bara að gefa hann eitthvað 2 metra til hliðar alltaf eitthvað Já, maður sér það líka eftirlega þess að ekkert í töðunum þú sér oft bara miðjum, maður bara hann var með svona sendinga prósentu og svo horfður á leikinu, þetta allt eins og segir bara að senda eftir baka og senda næsta mann en þetta fyrir ekkert í töðunum Nei, kannski aðeins í fyrstu deildina Viktor Unnar Illuvason var á okkur við Þróttaraliðinu þeir töpuðu enninu leiknum í gær núna 3-1 á móti Fjölni það er auðvitað ekki verkefni Dr. Fútból að vera að slúðra fjárhag fótboltalega og það vil ég síður gera á þess að vera með hlutina fyrir frá mig en ég datt á spjall við manni í vikunni fjárhag Fjölnis og Fjölnir bara í verulegum vandræðum penningalega og bara, sem skrítið ekki bara eitthvað, maður svona veit ekki hvað hafa verið að setja í eitthvað slíkt en sagði mér að þetta væri bara grafalvarlegt mál og það þyrfti að passa sig vel í gráin en hvernig með eins og klúbba á Íslandi að þetta náttúrulega ekki þetta ekki í eigu engaðila þannig að klúbbar geta í raun og veru ekki farið á hausina þetta eigu eða sveitafélaga þannig að ekki alltaf bara sveitafélagi þá sem að hleypur undir bagga eða Þetta kannski vitlega spurning, hvað kemur mikill peningur í klúbbin eins og hjá liðum sem eru með svona marga að æfa hjá sér í yngri flokkum? Það er allir að borga æfingagjöld, hvert fer það? Það fer í barna- og unglingastarf. Það fer bara í En það sem að fólk verður hins vegar átt að sjá að ég held að æfingagjöldin mætti alveg að herri ok, gott og vel, það sem að skipti barna- og unglingastarfi máli eru öflugir meistaraflokkar Þetta er auðvitað að sjálfsögðu, þetta er haldið aðskildu en það mikið forskot fyrir barn held ég að alast upp í félagi sem öfluga meistaraflokk með þessar fyrirmyndir sem að þar eru og annars slíkt heldur en að vera í einhver staðar í fjórðu deild eða með fullri vinning fyrir því sem er verið að gera þar þannig að það bara svo erfitt umhverfi að því að þú talar góða meistaraflokk nú erum við 380.000 manns eða eitthvað og það eru hvað ég var að segja arðbær endir á tímabili ef við tölum til dæmis eins og ég meina eina arðbæra náttúrulega bara þessar Evrópikeppnir og það eru fjögur lið sem að fara í hana og ef þú dettur snemma út úr henni þá það ekki einu svona að skila þér það miklu pening þannig að þetta eru kannski 2 lið skilur í meistaraflokksfótbolta á Íslandi sem að geta verið að skila kannski einhverju peningum í kassan tilbaka ef að frá eru taldar leikmannasölur erlendi sem að Fjölnirindar hafa verið að gera undanfarin ár Það er svona að fara með svo skrítið að þeir eru ykkur í vissinni því að hvert allir þessu peningum búin að fara eins og ég segi, þetta var áhugavert að heyra þetta ég hafði ekki svo sem heyrt mikið af þessu við ætlum að fara yfir í enska boltan með flísabúðinni ekki einhverju í gráðunni með djúpa vasa? Jú Það ekki alltaf eitthvað þannig Svo getur það labbaðan inn og ég var í eina liðinu sem hefur orðið gjaldþrota á höfuðborgarsvæðinu
IK? Já, við erum bara gjaldþrota. Takk. En það er mjög, ég heyra að þú komið með enska bolta stefið í gangi, ég ekkert að fara út að leið hérna, en áhugaverð staðan bara í lengjudeildinni. Já. Bara mjög áhugaverð og bara, þú veist, ég held að það ekkert allir giskað á Fjölnir, þú veist, eru það á þessum stað, ekki það eru með frábært lið, Njarðvík í öðru, Þór í 3., Grótta 4. Og svo ertu með, þú veist, Afturelding, Þrótt, Grindavík, Leikni og Keflavík í neðstu 6 sætunum. Skrítið með Aftureldingum. Mjög. En við rífum oss upp, við erum ekki búin að óöfna með rauðspjöld. Væga sagt og já, skrítnir dómar sem hafa fallið gegn þeim í raun og veru. Áður við förum yfir í enska boltan og skulum nú tippa á þessar leikjum helgina í bestu deildinni. Vanalega það minn maður Gunnar Birgisson sem tippar á þetta en já, I hold my hands high hérna. Já, hér maður sem að hefur oft, hittir oftar en venjulegi maður. Já. Auðun Blöndal tippar á þetta með lengjunni. Lengjan.is KR Vestri. Þetta 1. Já, ég vil tölur. Þetta 2-1. 2-1 KR. IA Víkingur á laugardag klukkan 5. IA Víkingur, þetta 0-1 sigur. 0-1 sigur fyrir Víkinga. Er þetta á grassinu upp á Skaga? Já. Það hlýtur að vera, já. Þetta á Elkem vellinum upp á Skaga. Hvað sagðirðu? Elkem vellinum upp á Skaga. Já, við vorum að veislustýra þar daginn, Elkem. Já. Elkem vellinum. Já, konan og Sveppa að vinna það. Og svo á N1 vellinum, Valur FH á laugardagskvöldi Under the Lights. Hvernig fer sá leikur? Það getur skemmtilega leikur. Ég ætla að segja samt FH, jú, voru fínir í seinna leikarnum daginn. Þetta 2-0 Valur. 2-0 Valur. Gylfi heill? Ekki hugmynd. Vonandi. Já, svo á Estadio Etzelat Fram Breiðablík 1-1 1-1 Stjarnan Káa 2-2 2-2 Fylkir HK 1-0 Ok, það allt í lagi. Já, sorry með það. Þetta bara Við tókum þarna 2 í rauðum daginn. Við tókum þarna 2 rauðum daginn meðal annars Íslandsmeistara Víkings. Svo voru spá tap á móti Fylki. Jæja. Fram 40% meðaltali með boltan í leikjunum sínum. Já, þeir eru ekkert mikið að HK 38. Þessi 2 lið skera sig úr. Næsta lið fyrir ofan þau með 47. Ræfá. Förum yfir í enska boltan. Við höldum áfram í þessum leik með flísabúðinu. Við ætlum að gefa 500.000 krónur af inneign frá flísabúðinu að nú getur fengið nýtt baðherbergi. Útiflísar, flísar á baðherbergið, flísar á alrýmið. Er það ekki bara fermetra flísum Versace? Já, við erum ekki farið það strax. Við býðum í nokkur ár. Áður við hendum þér í það. Það er svolítið Hotel Keflavík. Það er rosa, þú komið á það. Eru Versace flísar þar? Heldur betur. Kíkja á þetta allt saman í flísabúðinni upp á Stórhöfða og auðvitað á Facebook. Þar getið kvittað á leikinn og verið með í þessu. Og þú getur unnið þessa 500.000 af flísum. Glæsilegur leikur þarna, úrslitaleikur á morgun í enska bikarnum. Stærsti dagurinn ár hvert í breskum fótbolta. Þegar að leikurinn sem að heimurum baðum Manchester City á móti Manchester United. Bæðilið fara heimur. Bara alheimur, þetta verður eitthvað rugl áhorfa allavega á þetta. Þetta heldur stórt City United. Já, ég meina. Hvað er þetta ekki bara 6-0 eða eitthvað? Nei. Þetta eru lið á svakalega, þú veist. Bæðilið koma inn á rönni. Bæðilið koma inn í leikinn í miklu stuði. Já, það er svolítið þannig. Það munar reyndar litlu að City hefði mistið í sig á móti Tottenham. En þeir höfðu markverðinu sínum þar að þakka og unnu síðan West Ham sem voru komin á störundina. Manchester United í miklu stuði fyrir hennan leik. Þeir taka þarna hennan fræga leik á móti Newcastle 3-2 og svo þessi 2-0 sigur á móti Brighton sem batt enda á feril Roberto Di Serbi hjá Brighton. Það var svona erfitt að deildin var akkurat að klárast þegar við erum komin á alvöru rönn. En á samanskapi jákvætt að liðið sé að kveikja á sér rétt fyrir hennan leik. Bara á réttum tíma. Fyrir eitt stærsta leik ásins. Strákar, þessi leikur En er þetta bara þannig, heimurinn nefnir bara staðar stund, þetta er bara þannig leikur. Þetta er þannig leikur. Þetta er stærsti leikur. Það er að flissa því. Því að, sko, við vorum með deildakeppni sem kláraðist í apríl enn eitt árið. Nei. Hún kláraðist þegar Hjón Minnsson slapp í gegn og skauti Það var ennþá 20 mínútur eftir þá, Ortega.
Já, ég meina við Já, þekkjum alveg en allavega hvernig Tottenham Manchester City ég hefur verið allavega- á þessum velli. Ég allavega setti sigurinn á Manchester City eftir Villa fíaskóið. Okay. Það er, nú veit ég að höfður ótt að fýblast, en það er svolítið satt hjá hann. Þið klúruðu Já, Aston Villa, já, þú veist, Já, en það var bara- ekki í apríl, eða það? Jú, Jú, það var reyndar í apríl, já. Já. Það var En þá reyndar í apríl. fann maður sem hlutlaust bara, ok, þeir kláruðu núna. Sem að gera. Já. Strákar, ef við förum í sammeilegt byrjunarlið og við ætlum að halda okkur við leikmenn sem eru heilir og við förum í þetta 4-3-3 og það er bara hér eins og alltaf að það er meiri hlutinn sem ræður. Já. Markinu, það eru Ortega eða Onana. Já, ég veit ekki hvort það sé eitthvað tabu að vera með markmann frá Afríku fyrir Gunna, en ég myndi setja Onana. Já, Andri Onana í rammanum, að sjálfsögðu sammála því. Nei, en ég sé alveg hvert þetta stefnir, þannig að ég er svona veltaði fyrir mig hvaða slægi ég á að taka og við gerðum þetta náttúrulega líka síðast þegar við tókum David Raya sem að held síðan 13 svonum clean sheet og vann gullhanskan. Hann var með neikvægt XG. Gullhanskan. Hann var með neikvægt XG og hann var sá leikmann sem fekk lægstu einhver í einu leik á tímabilið. Ef þú hefur ekki séð einn leik í meistaradildinu á þessu tímabili, það hefur sagt á Onana að það hefur verið lélugur á þessu tímabili. Já. Já, hann er með eitt besta save-rekord í dildinni. Varði held ég flest skotin. Hvernig vilt þú sjá í markinu? Ederson. Já, Ederson, ég sagði þetta sem með heilir, sagði ég. Hann er meiddur. Já, ok. Þú voru að fylgjast með það? Það er að gerast hérna. Það er að hægri bakurur. Ég ætla, ok, Diogo Dalot verið frábær og hann veit að skora þetta markaðna. Ég ætla að setja samt Kyle Walker þar. Ég var með Dalot, en að því að ég finnst líka spil inn í bara... Nei, ok, ég get gefið Walker, sammála því. Já, ég sammála því. Miðvörður Martínez kemur inn. Butcherinn. Já, hann er heill. Butcherinn þar. Hver er að hafa með Butcherinn? Hann er alltaf heimsmeistari, þannig að það hlýtur að tella eitthvað. Já, ég hef ekki að tella eitthvað tímabilið í ár eða Jú, af þeir sem er heilir á hann er heill núna. Hann er heill núna. Já, byrju, eru John Stones og Díaz er held í heill. Akanji getur kannski verið. Díaz, Akanji. Á hvern viltu hafa? Bara Guardiol, þú veist, veljiði bara. Þið með bara velja ykkur á 2 City. Ef að segja Guardiol vinstri bakurur. Já, ég var með hann þar. Já, Guardiol vinstri bakurur. Ok. Og miðvörðum með Butcherinnum. Já, hver er með Martínez? Ætlum við að hafa Lisandro Martínez. Erum við þá konum með 2 strax úr United og við erum búin með 5 auðum. Hvað meinar þið? Við erum með markmann, finnst þér Ortega betur en nón annað? Nei. Hvernig hafa þessum aður? Hvernig að hafa með Lisandro Martínez? Hvernig viltu hafa með The Butcher? Hvaða 2 viltu þú hafa það núna? Ég meina Díaz. Hann er inn og út úr liðinu. Hann var ekki eins og í liðinu. Ok, miðjunni, holding, þar er ég með Rodri. Já. Og sammála því? Já. Gunnar, er þú sammála því? Já, ég er sammála því, já. En ætlum við að sleppa því að hafa John Stones sem er arguably Hann er ekki í liðinu, hann er bara á bekknum bara. Hann getur verið með Martínez. Hver endaði með honum? Díaz, ok. ég er með þriggjamanna miðju, þá er ég með eins og við sömdum allir Rodri. Ég er með Rodri, Kevin De Bruyne og Bruno Fernandes. Það er sammála því. Ætlum við að sleppa Bernardo Silva eða? Nei, ég ætla að láta hann spila annars þar. Ok, en Phil Foden? Ég ætla að láta hann spila annars þar líka. Það var nú kannski lítið eftir en ok, ef við ekki að skoða þá kannski bara hvað þú býður okkur upp á í fremstu þeirra. Hvern viltu að hafa með miðunni? Hver viltu að hafa miðunni? Það er þessu maður. Rodri, Bernardo Silva og bara Phil Foden. Þú verður að vera með Bruno Fernandes. Og Kevin De Bruyne, segir ég. Já, Bruno verður að vera þarna. Með flest creative chances á öllum í leiktíðinni. Bruno er alvöru leikmaður. Ég er þá með... Ég fyrir að segja líka núna bara hagar þessu maður. Mér líður bara eins og ég stattur í einhverjum farsa hérna. Þrír frammi. Þarna var erfitt að koma Rashford inn, ég reyndi það. Rashford sem var ekki í 35 leikmann á Englands. Mikið rétt hjá þér, Gunni, gaman að fylgjast með. Hann er endar í liðinu hjá Marcin Spencer. Hann er að mótila ásand Aron Ramsdale. 2 kaldir á bekknum. Það er stærst. Ég setti á Haaland, Foden og Silva þar. Ég var með það sama. Ég var nú eitthvað svona að gæla við Garnacho. Já, akkurat. Að því hann átti marktíðanbilsins. En og líka ógnast sífæst með sínu hraða. En Antoni, er Antoni ekkert í umræðinu þarna? Nei, það er bara pappakassi sem ég get ekki varið fyrir miður. Það er langt síðan að svona leikmaður bara í döðunum. Og uppbóðsmarkið mitt samt í Antoni ár var Liverpool-markið.
þegar hann tók the spin auðvitað á spinni Van gott Dijk. og stóðsendingina sem mútið Chelsea það alveg bolti í honum en það svo margt annað, maður bara að horfa á leiki og maður hálf skamma sín Það var svolítið gott það sem þú sagðir á Facebook síðunni eftir undanúrsleikin að Coventry voru aðeins einu illa tímasettur hlaupi frá því að fara í úrslitaleikin. Já, setti ég þá að fésbóka síðan mína af því að það munaði svo litlu það munaði það litlu og sagði ef hann hefði tímasett hlaupið betur þá hefði getað verið allir leið í úrslitaleikin. Það var einn af bara botnunum á þessu tíðanbili hjá United, ég ekki að grínast ég var að horfa á þetta 3-0 ég og Gummi og Rakel hérna á Amerikan bar og ég var alltaf búin að sleppa orðinu loksins þægilegur United sigur einhvern tíman svo byrjar þessi martröð þarna en sterkt að klára það heldur það sýndi karakter sem að geti hjálpa okkur í úrslitaleiknum alveg karakter og eins og ég segi þeir voru einu hvenær detti þig úr byggunum var ekki bara strax í byrjun janúar það var í byrjun janúar það var Liverpool það var þeirra það er ekki fyrir alla að slá það út það stuttu eftir að Klopp búin að tilkynna að hann sé að fara og það var rosa nei, þetta er fyrir það ég er traditionalist, ég veit fyrir að þriðja fyrir FA Cup já. Hann tilkynnti þetta á bóndadeginum hann gaf blöðu þetta í bóndadagsgjöf að hætta besta bóndadagsgjöf sem ég fengi Jón Unnsson var reynda með okkur alveg rétt þetta var á föstudegi, alveg rétt en þarna var svona, það var meðbyrð með Liverpool það var þessi svarti janúar hjá Arsenal, það var þarna Fulham tapið nei, það var Vestham tapið var ekki Fulham tapið í desember nei, það var áramótu á 31. desember já en svo eftir þetta þá náttúrulega reikspólar liðið áfram bara færi ekki á sig skot eiginlega og skorar 5 mörk í hverju minnasta leik og ætla þessi ekki besta lið sem hefur ekki unnið en ég ætla samt að skæða til aðvikið að þetta Arsenal lið það náði fleiri stigum en Invincible lið og þetta Arsenal lið fekk fleiri stig en Leicester lið sem að margir hafa svona búrið það sama við óskum til hann ekki með það nei, bara flottur árangur og þó að sé ekki málmur þá er árangurinn flottur en Gunni, þú verður að svara með einhverjum heldur á morgun bara í svo að velja milli kúks og skít Ertu með 115 ástæður til að horfa á leikinn? Ég veit það ekki. Þú hlýtur að horfa á leikinn? Já, ég horfi. Ég er að hugsa um einhverjum í held. Horfur ekki á leikinn lengur um að setja floor seats eða? Jó. Já, ætlum maður. Það væri gaman að sjá ef United vinnur þetta. Þarna þekki ég. Það væri gaman að sjá það. Minn maður. Það væri gaman að sjá það. Já, ég er búin að aðlaða rétt upp. Já, þú er heldur betur aðlaðið en strák rétt upp. Einar á eru vinnirar í byggingabransanum og þeir vilja alltaf fá að vita vinnira og lúsera hverjar viku. Drengir, bara farið við sviðið og þetta Ademóla Lúkmann er fyrstur sem poppaði. Fyrstur poppar upp í hausinn. Já, Aron Pálmarsson. Já, þetta inn. Ég ætla að henda inn hérna hlaðvarpinu Bragðheimar. Já. Fyrir að hafa náð Hjörvari hálf. Ég er hálnaður sko. Ég er ennþá að reyna átta með því hvernig þær samningaviðræður fóru fram en mikið vil ég vita það. Það var ótrúlegt hlaðvarp, algjörlega ótrúlegt hlaðvarp. Hvað var það? Það fengu Hjörvar Hafliða til þess að ræða matagerð og eitthvað í 1,5 klukkutíma eða eitthvað. Ég þarf að hlusta á það. Já, þið eru að tjekka því. Ég kíkt á Kela á það daginn og ég þarf að fá einhvern til að mála. Ég held að komi 9 fréttir úr því. Það var helviti hressandur og stunnur á Króatíu og bara hvert sinn sem hún vaknaði og 3 nýja fréttir. Með krassandi fyrirsögn væntanlega. Nei, reyndar ekki. Auðun Blöndal segir þetta. En ég er að hlusta á þetta podcast með Hjöpa. Já, heldur betur. Patrik Atlason náttúrulega var að gefa út frábæra blötu. Wayne Rooney að landa enninu giginu. Nú hjá Plymouth Argyle. Já, sérðu munin á hvernig þeir eru búin að eldast Rooney og Cristiano Ronaldo maður. Já, það er bara misjamt. Ég veit það, ég er ekkert að rakka það niður. Það er bara each to their own. Það er smá munur samt. Það er bara eins og það er. Það vilja margir meina það ef að Rooney hefði æft eins og Cristiano Ronaldo þá að þetta fara hans öðru í sig. Já, það er maður veit það aldrei. Nú, er einhverjir lúserar í þessari viku? Ég set náttúrulega Todd Bowley. Já. Rekstur hans á Chelsea hefur ekki verið góður og ekki var hann betri þegar hann lét þjálfara sem að virtist vera svona ná smá tökum á liðinu fara. Já, það skriði. Aftur á byrjunarreit einhvern veginn og Lucas Paqueta fylgir náttúrulega hann fast í kjölfarið. Xabi Alonso. Hann tapaði leik. Já. Jú, það var náttúrulega mjög samfærandi tap. Það var það. Ég ætla að fá að henda einu vinnur sem ég glemdi í þetta. Luke Littler.
fyrir að vinna Premier League píluna. Já. Það var mjög vel gert. Það var rosalegt. Og svo eru áhugaverðir hlutir að gerast með NBA-deildina í körfu. TNT virðist vera að missa réttin af NBA-deildinni. Já, eftir næsta tímabil. Þeir ætla að splitta upp Inside the NBA sem alltaf svona góðsarni kendasti þátturinn í kringum þetta með Shaq og Charles Barkley og Kenny Smith og Ernie Johnson. Ernie Johnson ætlar að vera áfram náttúrulega, þannig náttúrulega bara Turner Sports maður, en hinn óvissa með þá og það væri vont fyrir brandið að missa þennan þátt. Þeir eru að spája að fara bara undir fyrirtæki Barkley og selja. Það var síðasta sem ég las, að þeir myndi bara selja einhverjum sjónvarpsstöðum frá framleiðslu fyrirtæki hans. Ok, Ísak Bergmann, hann einn af vinnurunum, hann eiginlega komin upp í þýsku búndesliguna sem að er ansi skemmtilegt og hann að við fáum hann 2 nýja leikmenn, hann og Holmbert báðir, hann er svo sem ekki komin upp en hann er á leiðinni upp deild. Það er stort. Já, mjög stort og sterkt fyrir hann. Spurning hvað verður með hann, hvort hann verði áfram, hvort kaupa hann eða hvort hann rói á önnumið. Já, þetta allt í skrúunni hjá FC Kaupmannahöfn þessa myndir, eitthvað 3. sætið ekki í deildinni, með langstærsta budgetið. Já, sem er ekkit annað þessi áttalega úrslit sem er auðvitað ekkit annað en farsi. Það var playoffið í meistaradeildinni sem Steindir að hringja hérna í 3. sinn var svolítið stórt. Já, spurningar hér í leiði Dóttarfútból leikmönnum að henda spurningum á King Blue. Já. Og það er nóga spurningum á hann. Jón Kári Eldon spyr, fara hattarnir alltaf í handfarangur? Hattarnir eru dauðir en oft með húu, já, hann fer í bakpokan. Var Jón Kári Eldon að spyrja þessu? Sko, Tómas Helgi var með þessi gamla myndir með svona Justin Timberlake hatta. Það eru alveg flottir sko. Mér var alltaf að fíla þetta. Já, mjög gaman. Og líka bara þegar þú varst að leggja þetta, þá var maður ekkert að setja einhverja tösku nálægt. Það var bara hatturinn og ekkert nálægt. Ég var að taka aftur í gær og ég notabenni vissi náttúrulega ekki að Auðun væri að fara að koma hérna. Ég tók alla fyrstu seríuna af atvinnumönnunum okkar. Það er líklega bara mesta perla í íslensku sjónvarpssögu sko. Það er frábært. Það er geðveikir þættir. Heldur betur. Hvort myndirðu treysta Steinda vöðingjanum fyrir vítaspyrnu á 93. mínútu sem myndi tryggja Tindastól titilinn? Vöðingin fengið það. Já. Heitt fastur í vinkilinn. Og ekki það sko, Steindi var víst nokkuð góður í fótbolta og hérna var í úlingalandsliðinu eitthvað en sko hann er svo nájaður. Ef þetta væri víti sem að skipti miklu máli, þá verður hausinn á honum komin eitthvað allt annað, menn ég myndi bara hamra þessu. Maður sjá, hér eru margar góðar spurningar. Hver er besti körfuboltamaður sem spilar á móti? Jón Arnar Stefánsson. Hann var, þú veist, spilaði hann þá upp fyrir sig? Þú ert eldri en hann? Ég er 2 árum eldri en hann var að spila fyrir sig. Já, hvort tæki Blöð frekar sem þjálfara? Ralf Ragník eða Ole Gunnar Solskjær? Ég tæki Ragník. Já. Það er, veist, ég skil ekki það grín. Nei. Hann er að gera þvílíka hluti með Austuríki. Ég er búin að vera allt sem hann sagði á blaðamannafundum er hárrétt og er loksins verið að gera. Hárrétt? Bayern München á fyrsti kostur hjá þeim. Já. Nei. Svo bara verið að gera grín að manni. Hann sagði nein danke. Hann sagði bara áhugi 0. Nein danke. Já, bara áhugi 0. Áhugi 0. Heldur Blöð með einhverju liði þýska ítalska boltan? Var alltaf mikill Parma-maður ítalska. Seinni tíð Milan. Þýska, nei, alveg saman. Er til betri nágrann en Rúnar Pálmars stjörnu sjúkraþjálfari? Það er snillingur og þetta er góð spurning. Hann er eitt svo þægilegast sem ég haft til hliðina á mér. Gat Hugi Halldórsson eitthvað í körfubolta? Bara honest svar? Nei. Ég trúi því alveg sko. Elskan á góður en ég er sem að... Ég meina, hann var, veist, bróður hans var að spila upp fyrir sig og Gulli Elsu var að spila upp fyrir sig með okkur. Við vorum með rosalegli. Hugi átti ekki breyka að spila með okkur. Er Auðun tilbúin að ræða rauðaspjaldi sem hann fekk 2014 gegn Skallagrími sem var til þess að hann hætti í fótbolta? Það er ekki mikið að ræða. Ég bara var með til skammar og fattaði að þetta gengi ekkert leikur þegar ég er að sparka niður eitthvað tvítu og gutt og nöskar og auðvitað hvað þetta gera og ég veit það ekki. Ég endaði þetta eins og Zidane, sköllóttu með raut. Já, það er svo sem hægt að enda þetta verra en eins og Zidane. Já. Alveg í lókin, El Grande með Kemi.is. Kemi fagnaði 30 árum, hem og sonur hans í skíjónum með móttökurnar. Nýr rafgeimar að detti í hús núna meðal annars frá Varta og ég fór að kíkta á þá. Þetta er alveg rafgeimar, getur sagt ykkur. Og
mætti þetta með kaplana var ekki, svona leika mér að gefa start hér og þar okay. og bara nota hérna og fann strax að þetta var alvöru fann strax að þetta er betra leika þér að gefa start það er bara þannig Dóttar fútból hefur mikinn áhuga á Skagafirðinum og ég vil leikmenn sem á eiga deildarleiki fyrir Tindastól í fótbolta í fótbolta fyrir knattspyrnulið Tindastóls leikmenn sem á að spila deildarleiki fyrir liðið þau Blöndal að sjálfsögðu látum fara Siggi Dónar lét hann fara þegar liðið fór upp í B-deild það var 2000 og seldi hann í Skallagrím þannig að hann á ekki leik hana þú ert engan leik fyrir Tindastól ég á leik í annari deild og ég á mark í annari deild fyrir Tindastól hvað er þetta að byrja? Já, ok ég sá bara B-deildina okkur er þetta Óli að vilja fá mig yfir í Skallagrím já, reynda var Óli Jó já. Nei, Óli Keflvíkingur Nei, Óli markamaskína Óli Þór Magnússon verkfræðingur í dag af því að sko leikirnir á Skallagrimi ekki á KSI.is ok, ég á mörk það líka þú ert bara með létti Skallagrimi og neista ok, það er lélegt mjög lélegt ég skoraði eins og mútið háká deildarleikir með Skallagrim nei, með Tindastól ég byrja bara Sverris Eyjólfur Sverris Auðun Blöndal Gísli Eyland Sveinsson Kristmar Björnsson Árni Einar Adolfsson Sverrir Þór Sverrisson Haukur Skúlásson skal ég segja voru Atli Björn Levi Rúnar Már Sigurjónsson Davíð Þór Rúnarsson Atli Arnarsson Jóhann Steinarsson Árni Arnarsson Guðjón Guðjó Aðalsteinn Arnarsson varstu búin að segja Rúnar Már Sigurjónsson já við þurfum að fara í Ólafur Adolfsson stjörnulögfræðingurinn Arnar Ingi Ingvarsson nú fer ég Jóhann Steinarsson Snorri Geir Ríkarsson nú fer það að líta eftir hjá mér sko Gunnar Sigursson Kevin Barr Mark hvað heitir hann það er seinna nafni skora á víti nú með Mark ekki Duffield heldur Mark Franik já Konráð Jón Sigursson þetta er að vera erfiðar maður Indriði Þór Einarsson Halldór Jón Sigursson það er svo leiðilegt þegar kemur svona bið sko, þannig ég held ég þurfi að fara að gefa þetta bara frá með maður hvað er byrja að gleyma eitthvað sem er þið pirraður ég held ég sé að gleyma hann nei, ég var að gefa hann þetta var Auðun Blöndal komið það? Já, það kom snemma ég ætlaði að fara næst í Eysteinn Pétur Lárusson hann náttúrulega þjálfaði mig og ég spilaði með honum Pétur Pétursson kom hann inn nei, skandall hann er stærsta nafni til að spila fyrir liða kannski ásamt Eyjólfi já Hólmar Eyjólfsson, hann aldrei kert sig að spila með þeim nei, en hann hefur viðkjönda líka við mig að hann skaffirðingur í húð og hár og hann náttúrulega af Smáragrundinni bara rétt hjá það sem að amma mín og afi eiga heima sko aldrei búðar en tengingin sterk já. og þetta náttúrulega sko mikla tengingar eins og í EM 2016 þá ertu með sko Hólmar var þar held ég Kári Átnason á sterka tengingar í Skagafirðin gott ef það ekki frá Hofsósi Rúnar Már Sigurjónsson var náttúrulega þarna flott saga og þetta náttúrulega mikið af Skagfirðingum þú verður átt á því að við erum með blöran hjá okkur við erum ekki tími í einhver svona sögur þar time is money Dóttar fútból þakkar fyrir sig á geðveikt af Auðun Blöndal hérna já, bara heiður að koma geggjaður hlusta mikið Guð blessi þig Gunnar Birgisson og eigðu frábæra helgi með þinni fjölskyldu já, sömuleiðis og gangi ykkur vel já, þetta þegar tíminn nemur staðar um stund þetta er ekki smá leikum maður takk